Þetta er fyrsti hluti af fyrirlestri val á réttum bilunarstraumsrofa og þessi hluti hvernig bilunarstraumsrofarnir virka og af hverju og aðeins söguna á bakvið. Og þessi hluti byggist á þessum mjög góða bæklingi eða kennsluefni frá Eton. Alveg afburða gott stöf. Þetta er svona smá yfirlitsmynd rofana frá 1957. Inngangurinn til að geta valið réttan bilunarstraumsrofa í samræmi við aðstæður er nauðsynlegt að þekkja hvernig þessi tæki virka á grundvallarreglur rétt val. 1928 voru grundvallarreglur mismununarstraums komnar fram sem varnaraðferð vegna snertingar við háa rafspennu. Fyrstu bilunarstraumsrofarnir sem virkuðu sem slíkir til notkunar í lágspennurafgjörum voru hannaðir upp úr 1940 þar sem áherslan var á virkni við einangrunarbilun. Næmni þeirra var nærri 100 milliamperum og upp úr 1950 var næmni þeirra færð nær 30 milliamperum sem var næg vörn til þess að verja fólk gegn banvænu raflosti. Það gerðist sem sagt þarna strax í upphafi þegar að byrja að nota rafmagn að menn fóru að gera sér grein fyrir því að það var mjög auðvelt að deyja af völdum raflosts og þannig að menn fóru að leita einhverja leiða til að koma í veg fyrir það. Við erum ekkert búin að vera að nota rafmagn í sjálfu sér neitt mjög lengi, í sjálfu 1928. Það er bara nokkur ári að þessi 100 ári að þessi tala sé komin og það er sem búið að vera að nota rafmagn í heiminum í svona cirka 100 ár. Þannig að hvað skal maður segja, mestu breytingar í samfélagi mannanna hafi orðið þegar rafmagnið kom. Fljótlega fór að bera vandamáli með rafkerfum með bilunarstraumsrofa vegna óæskilegs útsláttar eða svokallað núismannstripping vegna spennupúlsa í þrumuveðrum, þrumuveðrar. Menn voru náttúrulega að vinna í þessu bilunarstraumsrofamóti í Þýskalandi og Austurríki og Dr. Gottfried Bigelmeier kom með lausn á þessu vandamáli með einkaleyfi árið 1957 á búnaði sem safnar raforku og jafnar spennupúlsa í tækinu. Búnaðurinn tefur útslátt að minnsta kosti 10 millisekúndur og sem er nægur tími fyrir alla spennupúlsa til að jafnast út. Gerð G sem stendur fyrir G-vitter eða þrumuveður og þetta var sem sagt lausnin. En hún er líka merktir S. Upp á 1960 var vörn með lekastraumsvarbúnaði gegn beinni snertingu við spennu hafandi hluti algengur varbúnaður og fyrst voru bilunarstraumsrofar notaðir í baðherbergjum, utandyra og við garðyrkju og voru fljótlega skylda við almenna notkun rafmagns. Þetta dró verulega úr banaslysum vegna slysa raflosta í lágspennukerfum og nú eru bilunarstraumsrofar notaðir í allar lágspennulagnir og flokkast með eftirfarandi hætti eftir hlutverki og aðstæðum. Þessi aukin vörn með lekastraumsvarnarbúnaði RCD, það er kannski rétt að nefna það er gott að kunna þetta orð, þetta RCD eða RCD, Residual Current Device. Það er svona útlenska heitið á bilunarstraumsrofum sem að stundum eru kallaðir lekarliðar. Það er alltaf lagi lipurt orð en við fagmenn notum orðið bilunarstraumsrofi af því að það er orðið sem er notað í öllum
stöðlum og allt svoleiðis. Og svo hérna númer 2, vörn með sjálfvirku rofi vegna bilunar, nafni bílansrofa fer eftir hlutverki rofs og aðstæðum. Og 3, vörn gegn bruna vegna lekastraums, nafni bílansrofa yfir 300 milliampere. Hérna, þessi 30 milliampere að tala hér, það er alveg vitað að þetta er max tala, þetta er hæsta talan sem má fara í gegnum mannslíkama, af því að meiri straumur en þetta fer að verða lífshættulegur. Þannig að þessi straumur hér, 300 milliampere, hann er ekki til að vernda mannslíf, en það er hægt að nota bílunarrofin, hafa komist að því að bílunarrofin hann virkar líka sem vörn gegn bruna. Þannig að einhvern veginn þá skynjar bílunarrofin þegar það er bruni. Og hérna gömul mynd hérna af gamlum bílunarrofa, þessar voru fyrst. Teikning hérna af einkaleyfi. Áhrif riðstraums á mannslíkamann, eins og allir rafvirkjar ættu að vita, þá hefur riðstraumur þann leiðinlega galla að riðstraumur sem fer í gegnum vöðva eða eitthvað slíkt, að það verður til þess að vöðvarnir herpast saman. Ef maður til þess að heldur eitthvað, þá getur maður ekki sleppt alveg saman hvað maður hugsar það mikið. Ef manni sem kemst í snertingu við hlut með rafleiðni, þá fer rafstraumur, þessi hluti hérna, og rafstraumur að fara í gegnum líkamann, og ef hann verður nægilega mikill þá getur það valdið alvarlegu slysi eða dauða. Og það er misjafnt hvaða áhrif rafstraumur hefur á fólk. Það fer eftir hversu góð leiðinni við snertingu, hversu mikill straumurinn er, hver tíðnin er og hversu lengi raflosti varir. Einnig hafa aðrir utankomandi þættir áhrif eins og raki, loftrakastig og fleira. Og rannsóknarniðurstöður má finna í skýrslu hérna TSC 604/79/1. Og hjartanu er stjórnað af rafpúlsum, og sérhver utanaðkomandi áhrif geta valdið því að það stöðvast eða fer í óstöðvandi ástand sem kallast sleglatif eða hjartaflökt. Það er svona, kannski má segja þessi algengasta sem að getur gerst. Og hættulegast er að fá rafstraumi gegnum líkamann frá vinstri hönd niður í fætur, þannig að rafstraumi fer meðal annars í gegnum hjartað. Þetta hefur verið lengi vitað en engin rannsóknargögn voru tiltæk til að sanna áhrifin á mannslíkamann. Til að staðfesta mikilvægi bílunarstraumsrofa og gekkst hinn austurríski prófessor Gottfried Bigelmeier undir fjölmargar rannsóknir á sjálfum sér upp á 1980. Þetta mynd af honum. Gera tilraunir á sjálfum sér. Hann er heimsþekktur sem evrópskur frumkvöðull á áhrifum rafstraums á mannslíkamann og er einnig höfundur fjölmargra einkaleyfa í hönnun bílunarrofs. Hann gerði tilraunir á áhrifum riðstraums á eigin líkama, þar sem spenna var hækkuð jafnt og þétt frá 25 upp í 220 volt. Hjartalínurit sýndi óreglur rafpúlsum hjartans. Læknir var viðstaddur, aðstoðaði við tilraunirnar og hjartastuðtæki var tiltækt ef hjarta færi í sleglatif eða hjartaflökt. Mælitæki skráðu spennu og straum og allt var tekið upp með kvikmyndatökubúnaði. Og það er hægt að finna vídeó af þessu, svona klippur, á YouTube til dæmis, þar sem hann er að taka upp. Og við ætlum nú kannski bara að kíkja bara aðeins á það. Og það er alveg slatti af, það er allan að 4 vídeó af, sem að koma strax upp hérna. Þar sem hann er að prófa
hat er sich selbst Elektrisierungen ausgesetzt. Die Versuchsperson derartige Versuche tragbar. Bei kleinen Spannungen fließt durch den Einfluss der Salzlösung etwa doppelt so viel Strom wie bei trockenen Händen. Auch der Körper wird stärker angehoben. Der Stromweg ist besonders gefährlich. Daher kontrollierte ein Elektrokardiograph die. Der Zeitpunkt der Elektrisierung war zufällig und wurde nicht von der Herztätigkeit gesteuert. Die Elektrisierung erfolgte aber oft, wie hier, in der vulnerablen Phase des Herzens. Das Mælingar sýna með skýrum hætti að 200 volta spenna veldur svo miklum straumi gegnum líkamann að vöðvar herpast saman. Það er alveg að taka muna þess að tölu þessi 200 volt, það er þessi hættulega spenna. Og því miður þá erum við með einhver 230 volt einstaklega hjá okkur, þannig að það gefur auga leið að við erum með hættulega háa spennu á rafmagnsdreifikerfinu hjá okkur. Mælingar voru gerðar bæði með þurrar og blautar hendur þar sem notast voru hólka sem var rafstraumur fór milli handa. Í framhaldinu voru gerðar tilraunir þar sem rafstraumur fór frá vinstri höndinni í fætur og skór með kopar innan á í sólónu voru notaðir sem tengingar í fætur. Með því að nota hjartalínurit var hægt að sjá hvaða áhrif hver gerð af rafstraumi hefði á hjartað og rafstraumar færðu hjartslátt oft á hættulegt stig sem kallast T-bylgjan. Það er og það er þessari mynd hérna. Og sem tekur 200 millisekúndur. Það er mikil hætta á framkvæmda hjartaflötu, áhrifin sjást á hjartareinuti og blóðþrýstingi. Og niðurstöðurnar eru eftirfarandi. Straumar frá 10 til 30 milliamperar eru ekki banvænir, en langvarandi áhrif þeirra valda samdrætti í vöðvum, öndunar, erfiðleikum og fleira. Straumar yfir 30 milliamperum geta verið banvænir nema manneskjan sé aftengt hratt frá straumnum. Og straumar að 500 milliamperum valda dauða ef þeir vara lengur en í hálfa sekúndu og straumar yfir 500 milliamperum yfirleitt banvænir jafnvel þó þeir vari í skamma stund. Mat á áhrif jafnstraums á manneskjur byggist á hverju svæði. Það er mynd 7 hérna sem að verður eitthvað svona illskiljanlegt fyrirbæri. Það er þessi mynd hérna. Ég ætla ekki að reyna að útskýra þessa mynd, þið getið legið yfir henni ef þið skiljið flókin samsett línurit. En áhrif jafnstraums er það bil 4 sinnum meiri en áhrif riðstraums. Tilraunir staðfestu ályktun að hraunvinnan mannslíkamans er svipað milli handa og fóta. Þannig má segja að svipaður straumur sé við 50 volt milli handa og 70 volt frá hendi fót. Prófessor Bigelmeier stóð af sér nærri 500 raflost án nokkurra áhrifa á heilsu hans. Það er svo sagt. Það er annað hvort við trúum því. Það er staðfesti með ótvíræðum hætti að næmur leghálsvarnarbúnaður getur veitt vörn gegn banvænum áverkum, jafnvel með beina snertingu við spennahafandi búnað. Og þetta var afgerandi fyrir fulla viðurkenningu næms leghálsrofbúnaður sem varnaraðferðar ef manneskja kemst í snertingu við spennahafandi hlut. Áhrifasvæði AC1 til AC4
Þau sýna hérna áhrif rafstraums. Það gæti litið þannig út að meiri næmni á bilunarstreinsráfanum sé betri, en mjög næmir bilunarstreinsráfar eru líklegir til að slá oft út vegna lekastrauma og væru því ekki gott framlag til öryggismála. Það væri svona úlfur. Það er ekki öryggisbúnaður sem virkar of oft er ekki góður. Við viljum bara virka þegar það ná að virka og ekki þegar allt er í fullkomnu lagi. Þannig að við getum sagt að ef einhver að fá til í 10 milliampere í gegnum sig þá eigi það að vera í lagi. Komist mannslíkami í snertingu við straumhæfan hlut, þá fer rafstraumur í gegnum líkamann þar sem iðnnám líkamans er það eina sem takmarkar strauminn. Og bilunarstraumsráfur mun eingöngu bregðast við eftir tiltekinn tíma eða 10 til 30 millisekúndur. Við snertingu mun manneskjan verða fyrir fullri rafræstu og það breytir henni engu hvort að lekastraumsvarbúnaður er með 10-30 milliampere er notaður. Og það er hægt að velta sér aðeins upp úr þessu hérna, hvað þetta þýðir hérna, allt þetta hér, og hérna AC4 líkur á hjartaflöktu aukast 5%, AC4 líkur á hjartaflöktu aukast 50% og 4-3 líkur fara yfir 50%. Nú, svo kemur þessi áríðandi kafli hérna sem að kannski skiptir mestu máli að átta sig á. Gerðir og einkenni bilunarstreinsrofa, þessi mismunandi rofar. Bilunarstreinsrofi inniheldur 3 grundvallaríhluti. Summustraumspenni hérna, útsláttarspólu sem er svona lítið relay, eitthvað, og rofbúnað, þessa snertur sem að rjófa strauminn. Hlutverk þessara hluta er að skynja og mæla lekastrauminn og rjúfa straumrásina ef lekastrauminn fer yfir ákveðið gildi. Til þess að bilunarstreinsrofi virki rétt þá þurfa allir straumleiðarar þeirra straumrása sem verið er að verja að fara í gegnum summustraumspennin eða að minnsta nægilega margir til að rofinn virki rétt. Við tökum sem sagt alla vírana í gegn. Ef þetta er 3 fasa þá fara allir 3 fasarnir og 0 í gegnum hérna spóluna hérna. Og við vitum það að við kunnum að nota ampertöng til dæmis, að ef við setjum ampertöngina utan alla leiðarana að þá mælum við 0 amper. En ef við setjum ampertöngina bara utan einn vírinn til dæmis, að þá getum við algjörlega mælt strauminn, eða sem sagt segulsviðið í kringum þann vír og sem að ampertöngin breytir síðan í ampertölu fyrir okkur. Nú, bilunarstreinsrofinn hann virkar þá þannig að við getum sagt að ef það er ekki allar rafeindirnar, jafnmargar rafeindir að fara fram og tilbaka, einhver að fara aðra leið, sem sagt eftir jarðtengingunni, hérna, þessa leið tilbaka, að þá mælist sá straumur náttúrulega í bilunarstreinsrofanum, í spólunni hérna. Þessi summustraumspennir er oftast hannaður sem hringlaga spennir. Það nota málmur sem heitir permalloy í hann, sem að samanstendur af 20% járni og 80% nikkel. Þetta er það sem að býr til heppilegustu málmblönduna í hann.
Permanó er notað til að leiða segulsviðsspennið síns en nýrri gerðir gætu notað sem segulleiðandi efni með nanókristallaðri uppbyggingu. Nanókristallum. Spennu óháður bílunarsamsrofi inniheldur segulspólu sem er með sísegul. Þess að til spennuháðir sem að verða að vera á réttri spennu 230 volta og síðan verður til spennu óháður bílunarsamsrofi þar sem að spennan skiptir ekki máli. Og í svoleiðis ráfa þá sísegull sem er venjulega notkun heldur segulrófana föstum og þegar nægur straumur fer í gegnum örvunarspóluna þá minnkar segulafl sísegulsins og gormurinn losnar læsinguna. Vegna þekkts áreiðanleika og einfaldrar uppbyggingar er þessi gerð segulspólu mest notuð í bílunarsamsrofum. Og svo var það tenging og virkni. Ég var svona búinn að útskýra virknina og það er á öllum bílunarsamsrofum er prufuhnappur testbotton hérna sjáum við hvernig allir vírarnir eru teknir í gegnum spóluna allir fasarnir á núlið og þess að mynda eftir og þessi lýsir sem sjálft þess ítir á prufuhnappinn þá býr hann í rauninni til svona eins og útleiðinni. Rafbúnaður bílunarsamsrofa verður að vera næmur en á sama tíma hafa nægt afl til að rjúfa snerturnar örugglega og áreiðanleg virkni verður að vera örugg í öllum tilfellum. Sérhver straumleið álags þarf að þola þann straum sem bílunarsamsrofinn er gerður fyrir allan hans líftíma. Og talandi líftíma þá er hann þannig að eftir svona 30 ár og þá er einn bílunarsamsrofi af hverjum 10 hættur að virka rétt. Þannig að það þarf að prófa og það þarf að skipta það. Það þarf að ýta stundum á prufuhnappinn til að prófa hvort þeir virka. Og náttúrulega eftir 30 ár er það eðlilegt að fá fagmann til þess að mæla, prófa rófan. Og svo reyndar allir 30 ára gamlir bílunarsamsrofar þeir eru ekki lengur nothæfir, bara út af öðrum ástæðum sem áttu að koma fram síðar í þessari kennslu. Og fjarlægð milli snerta í rofinu þarf að vera nægjanleg til að veita öruggt einangrað rof og snertur þurfa að þola yfirstreymspúlsa og þau skammhlaup sem geta orðið. Það er einnig þörf á því að fjölpóla gerðum þá lokið sendtengingi fyrst og opnast eftir fösum. Sem sagt í 3 fasa kerfum þá verður núllið að tengjast fyrst og aftengjast síðast. Nú eins og ég sagði þá þurfa allir bílunarsamsrofar að vera með prufuhnapp og testnafn sem að passar við þá spennu sem er til staðar. Prufuhnappurinn verður líka að vera aðgengilegur fyrir venjulega notendur og sviptarhnappur líkir hann eftir bílun. Og það ætti að ýta á hann að minnsta einu svona ári. Næmir bílunarsamsrofar veita vörn gegn banvænum rafmagnsleysum þegar bílastraumur verður. Þó veita þeir ekki vörn vegna þess hvernig þeir virka þegar straumur flæðir eingöngu á milli fasa. Sem gerist að einhver færi sér raflost úr 2 fösum eða við skamlum milli strömleiðara. Ef einhver færi sér rafmagn frá einum fasa í annan eða er einum fasa í núllið þá tekur bílunarsamsrofan ekki eftir því þá sér hann þið bara eins og hverju aðra ljósaperu. Það verður að vera bílun til jarðar. Og hér er svona ágætis mynd af bílunarsamsrofanum. Prufuhnappurinn, viðnámið, spólan og allt þetta.